Þarna eru að vinna með sjúkrahús, þarna eru kannski með skurðaðgerð í gangi, fólk sem er ekki hægt að hreyfa 1, 2 og 3. Við þurfum að sýna alveg fyllstu varúð. Skeifan. Það fyrsta sem er dottið í huga þegar ég kom með það, þarna voru ykkur að vinna á þakinu. Endurinn skeifuna, hann breytti þetta út með þakinu og þetta er bara klassísku bruni sem getur orðið til vegna þakbruna. Við vorum svo heppin, þetta er afmælisdagurinn minn, að það var lognað úti, annars hefði hugsað við almannavarnar ástand þarna á svæðinu. Þetta er fyrir bruninu? Þetta er seinni bruninu núna í 2014. Þetta er ekki með myndavél sem einhver kunningi við náttúr. Harpan. Ég tryggði Harpan alveg frá upphafi, alveg frá fyrstu skóflustungu. Þetta er bruni sem verður helgi, ef maður rétt. Seinna, hinum meginn, það kveiknar í þarna hinum meginn. Þegar var verið að rífa hérna innan úr stálböruverki sem hélt þessu uppi, þá var þetta svo gamnárskvöldi. Við vorum kveikjandi í 5-6 sinnum á dag þarna. Það var ótrúlegt að halda utan þetta. Og þegar slökku á búið að fá dælubíl hérna á vakt, minnir af einu degi, það hefði verið slökkt í 6 brunum á einu degi. Logaleyfi voru svona djók sem voru gefin út, menn stungu í vasan og verkstjóri skrifað undir, en enginn fór eftir. Það kemur manni upp í skæralyftu, einhvern tímann, hérna á svæðina, 7 metra hái skæralyftu, hann er á Logsjóða, spyr, logaleyfi? Það er það, einhvers staðar. Hvað er slökkvitækið? Það var niðri. Þannig að það hefði þurft að fara skæralyftu niður til svona slökkvitækið. Þetta var dálítið mikið svona. Þetta er ekkert mál. Það gerist ekkert fyrir mig. En það eru menn hérna inni sem þurfa að eiga við ef eitthvað gerist þarna. Þessi kubbar hérna, þetta er ekki málaðar spólaplötur. Þetta heitir pólystýrin, frauðplast. Og það sem ég hugsaði þegar ég sá þetta, Bentur og Góðhús lá, þetta var ekki rétt vinnubrögð. Ég fekk svona eftir framan þegar ég var sérfræðingur á sunnan. Það sem ég hugsaði var bara að reyna að finna nógu fljóta leið út. En það er eins og einhver haldi verndarhendi yfir okkur. Þegar við vinnum svona, þá er ekki spurning hvort heldur hvenær. Og þegar þetta brennur, það er ekki spurning hvort, þegar þetta brennur, þá ráða mér ekki við þetta einu, þá þurfum við aðstoð. Og það getur jafnvel eftir að rýma hann í kring. En út af hverju eru menn að gera svona? Jú, þeir hafa alltaf gert þetta. Þetta er ekkert hægt, þetta hefur alltaf reddast. En við fjöldananda brununum sem ég taldi upp áðan, þá er þetta ótrúlega margir brunur, stórir sem smáir. Tryggingar. Það var bara einn með að tryggja þetta hús í húseigendurtryggingu fyrir mörgum árum síðan. Ég sagði nei. En það var búið í þessu húsi. Þetta er Öræfasveitin einhvers staðar. En ég get ekki neitað að brunatryggja. Það er skylda. Þannig að það er lögbúið skylda að brunatryggja allar húseignir, þannig að við vorum að gangast við því ef við búið brunatryggja, nánast sama hvernig húseignin lítur út. Þannig að þetta hafnaði og það er gert að þau búin að fara að lóta iðgjöldin, þá var með bara sleppt í að borga. Það tekur dálítið tíma að fara niður fellingaferilinn. En við reynum náttúrulega ákveða iðgjald eftir starfsemi og áhættu. Og tryggingafélag gæti gert endurkröfu vegna brunatjóns. Ég veit ekki til að það hefur verið gert. En það sem ég er núna að segja það að þeir sem er að vinna með logavinnu, þeir geta raunverulega að fara hvert sem er, stikkfrí. Það er alltaf eitthvað sem borgar, svo framalega sé húsinu. En það er ekki alltaf svo einfalt. Vegna þess að ábyrgðartryggingin, sem menn tala um að þeir gætu keypt, hún bætir ekki tjón á munum. Og logavinna er náttúrulega ábyrgð þeirra sem vinna verkið.
og eldur vegna logavinnu, hann geti valdið tjón á lausu fyrir vélum, byrðum og þess áttar sem ekki skyld að tryggja. Það getur verið vantryggt og hvað ætlar þá maðurinn á þakinu að gera? Ef húseigandi eða eigandi fyrirtækis ætlar að krefja bóta fyrir vanrækslu eða hann hreinlega kveikt í húsinu. Er hann borgunarmaður? Svarið mitt algjörlega nei. Má ég þá aðeins spyrja Já. bara aðeins meira þetta að ef að lágavinna er ábyrgð þeirra sem að vinna verkið, Já. það þá ekki alveg á hreinu að sá sem að vinna þessa vinnu bótaskyldur ef hann kveikir í húsinu? Jú, hann alveg bara, þú átt sem eigandi kröfu á hann, en hann getur ekki tryggt sig fyrir því. Hann getur ekki tryggt sig? Nei. Og ég ekkert viss að menn myndu eins og þó svo að það væri skilmáli félagana vilja tryggja menn fyrir þessu. Ég kem að því ekki dálítið seinna. Og ábyrgð iðnmeistara. Húsasmíðameistari ábyrgð á þakinu, eða hvað? Það er dálítið erfitt að finna út úr þessu. Ef það hefðbundið þak, það er unnið af húsasmiðum með sveinspróf og vita allir það eru bara smiður. En ef það er flatt þak, þá kannast enginn við neina réttindi eða skyldur. Það er búið að taka þetta út úr byggingarreglugerðinni, hvað ábyrgðarsvið iðnmeistari er. Það er búið að færa undir námskrá viðkomandi iðnfélag og ég var svona þess að stúdent í gær og það er mjög erfitt að sjá þetta. Það mega því líklega allir fara út í þessa vinnu á þess að hafa nokkur réttindi eða skyldur til þess. Og hvernig ættum við að halda þetta tryggingar á svona mönnum? Myndu við yfirleitt vilja tryggja sig? Ég held ekki. Þegar við fórum í gegnum þessi pappafyrirtæki á sínum tíma eða fyrirtæki sem leggja þakpappa, þá er þetta þannig að flestir sem hafa verið ábyrgðarmenn í þessu fyrirtæki, þeir eru með 4, 5, 6 afskráð félög á sínu heimilisfangi. Þannig að það er dálítið hreyfing á þessu. Þá komum við að þessum helstu áhættum og loftslögutæki, slíperokkur og þakpappalögnum. Það er eiginlega eitt af þessu hérna sem er ofta lúmskast, getur valdið tjóni. Í vinnunni, þegar við byrjum á 2009, þá byrjum við svona útbúa þetta plaggat hérna, sem er með hérna. Þið með taka með ykkur heim og þetta er svona til þess að hengja upp og á að vera svona, kannski svona common sense, hvað getum við gert til að útiloka einhverjar áhættur. Það er mjög gott að bestmennum á fyrirtækjum að hengja í þessari hæð inn á klósettuna. Þá geta menn lesið eitthvað og þetta síast inn í hausinn á mönnum. Ég bendi líka á þessu common sense að þetta er ekkert flókið margt í kringum þetta. Oft ef við hérna förum inn á hótel einhversu erlendis, þá byrjum við svona að skoða í kringum okkur aðstæðurnar, á hvað hæð er ég, hvað er útsýnið, hver er svona næstu útgönguleiðir, flóttaleiðir og eitthvað þess aftur. Við erum kannski ekki með gátlista eða miklu tími í þetta, en ég geri það allavega sjálf, ég allavega vill vita nokkuð hvar ég er. Þannig að Kristján fyrir þetta, þessar verklagsreglur varðandi logavinnu og svona og það er ýmislegt hægt að gera hérna til þess að bæta. Og Embættisbandalagið hefur gefið út þessar verklagsreglur og það er hægt að finna á heimasíðu þess og við erum svona að reyna að koma upp einhverju svona, hvað ég að segja, einhver svona kúltúr í þessu. En þetta tekur ótrúlega langan tíma og næsta skref að það verður farið í að fá sveitarfélög og fyrirtækjastofnanir til þess að reyna að innleiða þessar reglur. Þannig að þeir sem eru þá að vinna fyrir stóru sveitarfélögin fari í að taka þessi logaleyfi, fari í að framkvæma þau og útbúa þessar skýrslur sem það tekur kannski 5 eða 10 mínútur að gera. Og þegar tryggingafélögin er að semja við sveitarfélögin í dag, þá er oft gerð svona forvarnaráætlun og við erum rosalega smart á pappír, en hún gerir raunverulega ekki neitt sko ef það er ekki farið eftir. Og
það er svo margt sem við setjum á blað og ég er ekki einn það ef við förum ekki eftir eða við erum ekki að vinna eftir. Í rauninni myndi ég vilja sjá alveg svo brunaverðunir þess að menn eru að skoða í dag með farsíma að við getum náð í logaleyfið sem app, tekið myndir, klára þetta á farsíman, setta á ákveðinn stað. Það til forrit sem gerir þetta í dag, þau eru ókeypis á netinu, ég ætla ekki að fara út í svona nákvæm forrit, en bara virknin eins og brunaverðunir, tekur mynd af svæðinu, slökkvitæki í lagi, hreinlæti, það er búið að breiða yfir og eitthvað þess áttar og það er byrjum að vinna vinnuna og þá getur útbúnaðurinn eða appið sagt það er engar athugasemdir, bara byrja og á staðfestingar hlutuðu sér lægi. Þetta getur ekki verið einfaldlega. Og við ætlum bara að tilenga okkur þetta. Við þurfum svona aðeins að fara svona að hugsa annan kúltúr, hvernig viljum við gera hlutina. Við viljum ekki gera þetta, við viljum ekki lenda í þessu og við viljum ekki sjá þetta eins og vorum að sjá stóru brunana hennar. En þeir koma, en við viljum ekki sjá að koma reglulega á 5 ára fresti eða eitthvað svoleiðis. Síðan er eitt stórkortlegt við mynd hérna í lokin af því að ég ætla að opna svona Facebook gamla myndir að það eru samt sem áður smá framfarir í gangi og þetta er fyrsta reykjavörundæki sem þið fenguð í Hafnarfirði og mér fannst þessi mynd mjög skemmtileg í sára og sýnir þó framfarir en það merkilega við þetta að þessi búnaður var líklega fundinn upp í Bretlandi 1890 eða eitthvað svoleiðis og notaðar þá. Þessi fyrir skip, íslensk skip í millitíðinni en kemur hingað 1945. Þannig að þó svo við séum búin að taka fram frum, þá erum við samt dálítið eftir á. Og við erum dálítið eftir á hvað varðar logavinnuna og þurfum aðeins að taka í okkur og að skoða okkar hug þar. Og það er að eina sem við getum gert að allir taki saman raunverulega höndum og reyni að fá þetta framkvæmt eins og við erum að reyna að gera. Þannig að það er ekki meiri bíli. Er einhverjar spurningar? Til og með skjóta ég tók 2 svona tæki úr íslensku skipi 95. Já. Og það er ekki reykjavandi. Já. Þetta er nefnilega það sem ég vildi koma fram. Eitt sem ég langar að í sambandi við þessar reglur okkar. Já. Held ég sérfræðingar Íslendingar í því að reyna að halda einhverja fyrirlestra og eitthvað svona kúnstund handa almenningi. Og við erum líka sérfræðingar í að fara síðan ekkert eftir. Já. Og það er spurning, er eitthvað þar á hugsanlega að vera eftirlit með því að mann getur eða fyll út logaleyfi og hvernig á ekki að setja það við? Þú vilt fá þetta í appið og hvert ætlar að senda það? Já, það þarf að útfæra þetta. Lentum í því að það standa nú við framkvæmdir í Ármúlanum og þá ákvað ég að pröfa þetta bara strax og ég fekk þetta sent og það olli miklu vandræðum. Olli svona vandræðum að fá menn til þess að fylla þetta út. Enginn vildi skilja hvað það væri þó þetta standi mjög skýrt á pappírunum og hvað þurfa að gera. En menn reynda að búa til mál úr sem hver ætti að gera hvað, hver ætti að vera með ábyrgðun og svona. En það er mjög svona erfitt að halda þetta og ég oft líkt þessu við sko þegar sitjum við þaki þarna á norðanverðu að allt í einu birtast 5-4 menn einhverjum pappakassi fyrir að gera með þakið. Þetta er svona svo sérsveit sem kemur óvænt á húsinu, reisir stiga, fer upp á þakið, vinnur í klukkutíma og hverfur. Og það er mjög erfitt að eiga við þetta. Og ég spyr út af hverju ekki framkvæmt einhver fórskoðun, hvað á að gera og hvernig viljum við að gera þetta. Og svo erum við farnir, það er ekki vakt eða neitt. Við erum að gefa svolítið logaleyfi í hlustuðinni. Ég tók hjá eftir því að ég voru að gefa logaleyfi mest sólarhring. Þetta er verk á einasta degi, marga mánuði. Þannig að getur ekki verið að hverjum degi að gefa leyfi. Það er verið og þetta einskólast ekki bara við búgalög, þetta eru stípar og lósuðtæki út alla bygging. Ég veit það. Ég fer þarna reglulega í skoðun til þeirra. Ég sjá til þess að þetta sé eins og það er á að vera.
einlæti slökkvitæki innan 4 metra. En svo kemur það sko við sýnum sem skilir það sé vakt 4 tíma lágmark eftir að vinnu lýkur. En það er erfitt að fylgja eftir hvað það sé gert. Það er það og því við búum punktur hjá þér, Svíarnir þeir segja, ef þú ert með leyfi, þá gefur út logaleyfi hámark 4 daga. En ástæða fyrir því að við erum þessi gert á hverju degi, vegna þess að þetta tekur tímur að gera það. Og þetta er nákvæmlega sama röflið og var alltaf í Hörpunni. Það þarf bara að gera það hverju degi, af því að aðstæður breytast. Það koma nýju menn inn, sá sem var að sjóða í gær, það er ekki víst að sé að sjóða á morgun. Þá kemur út á að þetta tekur 10 mínútur og slökkviliðið ef það er að senda mann á hvernig eins og degi henni upp yfir. Hver okkar kostnaður? Nei, það er ekki slökkviliðið sem þarf að gera það. Það er bara nóg að verktaki skipi einhvern ábyrgðarmann fyrir þessu. Til þess eins og í Hörpu, þá bara byggingarstjórinn gerir ábyrgðarmann og hann setti sér verkstjórinn í það hlutverk. Það var ekkert að ganga neitt rosalega vel alltaf, en ef við komum þessu kúltúr á að verkstjóri sé samviskusamur og sjáu til að þetta sé í lagi, þá fara hlutinir að ganga upp, auðvitað geta ekki stóðast. Í þessu tilfelli er það staðarverkstjóri sem að fær leyfið á fyrirtæki sem hann er ábyrgðarmaður. Já, hann er ábyrgðarmaður. Hann getur auðvitað veitt ábyrgðin yfir og aðra sem hann treystir. Já, en hann er í þessu tilfelli hjá okkur til dæmis. Já. Þetta er mikið til eins og Ístak og Jávar. En eins og sækjum leyfið, þá er að gefa út á þá. Já. Í nafni fyrirtæki sem þetta sko. Þeir eru ábyrgðarmaður fyrir því. Já, en þetta þarf Það er náttúrulega eins og segja líka, það er kannski þarf að vera eitthvað heildstæð stefna á landinu, hvernig við ættum að taka á þessum málum. Já. Og þetta er raunverulega ekkert svona, ég ímynda mér að þú væri með svona stóru stað eins og Flugstöðleifs Eiríkssonar eða eins og Harpavár, þar sem verð með svona 10 hópa sem er að vinna með logavinnu, að vinna sem fari í þetta í heildina séu kannski svona 2 tímar á dag, 2 til 3 tímar sem færa. Það er ekki neitt með að við henda vinnustund að fjölda á svona stað. Það gefur alltaf því hver á takkist út, er það verðt ekki sjálfur eða einhver eftirsaðar? Það eftirlitsaðili getur í raun og eins og við, Kristján kemur kannski betur inn á það eftir, en í raun og veru þá að tala ábyrgðarmann og þá geta menni sjálf sér ákveða sjálfur. Húseigandi er náttúrulega mjög sterkur í þessu sko. En ég vil helst að það sé einhver ábyrgur aðili eins og eftirlitsaðili eða aðalverktaki. Þú nefndir turnana áðan, þessu turnana, sem gott dæmi. Þeir eru byggðir hérna upp og eitt af skilyrðum fyrir í þessu turnum er það að það sé húsvörður eða ábyrgðarmaður sem er að dagstælega. Já, já. Hver skyldi hafa verið fyrstir sem var sagt upp í hruninu? Já, já. Báðum turnunum hérna, bæði Smáraturninum og Höfðaturninum. Þar fóru þessir ábyrgðarmenn, þessir öryggisfulltrúar hússins, þeir voru reknir strax. Já, já. Hérna, er eitthvað farið yfir í skólunum, eins og iðnskólanum eða tækniskólanum og svoleiðis? Það er sem verið að kenna þessu hluti? Við fórum út í það og hugsaðum þetta, við höfum ekki gert þetta í því. Af því að, sko, ég las aðeins skoðum að googlaði bara námskrá húsasmiða, bara með því að fara bara inn á Control Find og slá á þakkpappi, þá komum við beitt tilvik. 1 orð og pappi á nokkur sinnum. Þannig að það er ekkert verið að fara rosalega mikið í þetta. Og kannski ef við færum að fagskrá málmiðina þá má fara svona stúdenta enn frekar en ég held þetta sé frekar svona aftarlega í röðinni hjá flestum. En þetta veldur alveg gífurlegu tjón og þetta með Landspítalinn sem við tók, ég reyndi að finna svona þegar maður ætlar að taka svona fyrirlestur þá vill maður svona stúdenta alveg í botn, maður þarf samt að passa sig hversu langt maður gengur. En ég tel að dæmi sem er gott þarna við Landspítalann og það stuttuði enn frekar að sjá þarna að það hefði tekist að kveikja þakkinn á bráðamóttökunni að við getum nefnt í svona. Og hvað ætla menn að gera? Er ekki varliði hvað er vakti 22, 23 kannski? Hvað ætla að gera ef þið fara hana? Hvernig ætla að stilla upp tækjum hana? Heldur virkjulega þessi 22-23 menn? Nei, ég segi bara hana, ég er bara að bjarsi. Ertu fegin að þeir eru 4 sem eru á slökkviliðinu, en þeir eru allir út á sjúkrahúsi? Ég veit það. En 22 satt lítið.
Og Áður uppbættum en ákveðið öðru. það getur líka verið að tala þakbruna og svona ýmislegt. Þannig að það þurfa að vera rosalega stífar reglur á þessu stöðum. Og flugstöði var í útboði núna í október-nóvember og ég tók þátt í því. Það getur ýmislegt gerst. Þetta er ágætt að brunaværi hús, en þarna þurfa menn algjörlega að vera á tánum, eins og svo mörgum öðrum stöðum. Svo getur menn slakað á kannski meira á öðrum stöðum. Ég segi það ekki, menn þurfa að vera alveg desperat, en með sjúkrahús eins og þetta, þá þurfa bara menn að vera mjög stífar reglur en menn að byrja að vinna það. Annars getur allt farið til landslóð. Ef það er ekki meira þá þakka ég bara fyrir áhöfnina. Það er kaffi í verðsölunum er vilja sko. Bæði yfir mig kannski og